Kjördæmis Brynhildur Pétursdóttir tekur til máls. Virðulegur forseti, ég verð að segja það að ég hef sífellt meira áhyggjur af vinnubrögðunum hér á þingi og nú þetta í þriðja skipti sem við erum að afgreiða fjárlagafrumvarp og við höfum bætt við einu mánuði til þess að ríkisstjórnin hafi meira svigrúm. Við lendum ítrekað í því að bíða eftir breytingartillögum meirihlutans og breytingartillögum ríkisstjórnarinnar. Og ég er svo hissa á því að þegar fjárlagafrumvarpið er lagt fram að það sé ekki, nokkurn veginn fullbúið, að menn sé ekki búin að móta stefnu og viti svona nokkurn veginn hvernig línurnar liggja. Og við erum að fara að samþykkja lög, eftir að samþykkja endanlega, opinber fjármál, þar sem við þurfum að beita bara einhverjum allt öðrum vinnubrögðum og allt annarri hugsun á langtíma stefnumótun. Og hvernig ætlið þið að gera það ef við getum ekki afgreitt ein lítil fjárlög fyrir 1 ár nema með þessu ruglingi sem er hér í gangi? Við erum að fá 10 milljarða núna á milli umræðna í breytingartillögum og það er ekkert lítið og ég hef bara áhyggjur af þessu. Og væntanlega er þetta þannig að ríkisstjórnin leggur ekki fram alveg fullbúið frumvarp vegna þess að meirihluti þarf að hafa svona einhvern jólapakka, þannig að menn eru með eitthvað svigrúm þannig að breytingartillögur getur komið frá meirihlutanum. En þetta eru engin vinnubrögð. Og ég er svo hissa á þessu og ég hef áhyggjur af því að við séum í rauninni bara ekkert í færum til þess að fara yfir í nýtt kerfi sem kallar á mikinn aga, stefnumótun, miklu meiri fyrirsjáanleika ef þetta eru vinnubrögðin. Og ég leyfi mér að fullyrða að það er búið að samþykkja fjárlög í öllum öðrum Norðurlöndum. Það er töluvert síðan ég heyrði að Danmörk hefði samþykkt sín fjárlög fyrir 2016. Og svo eru menn hér eitthvað að tala næturfundi og annað. Auðvitað eigum við að ræða fjárlögin í björtu. Það er nú bara þannig.